Góð kvöldi þið hinn. Góð kvöldi. Verið velkomin á United Reykjavík samkomu. Við ætlum að lofa Guð í kvöld. Má ég heyra amen? Ef við ekki bara rísa á fætur og leggja stundina í Drottins hendur. Heilaði fari, þakka fyrir að þú ert hér. Heilaðar andi, við bjóðum bara velkomin að koma að gera það sem þú vilt gera hér í kvöld. Drottin, ég bið bara um og snerti við einum og sérkurum sem hér inni í kvöld. Verði þinn vilji. Amen. You breathe your life into my lungs. You bring to life these dry bones. I know that you're alive. And you call me one of your own. And in my heart you made your home. I know that you're alive. I'm coming alive. You call me one of your own. And in my heart you made your home. I know that you're alive. I'm coming alive. I'm coming alive. I'm coming alive. And we will make it known. Jesus is alive. He's alive. And we will shout it out. Jesus is alive. He's alive. To all the dry and weary souls, take joy, take heart, be filled with hope. I know that He's alive. And to all the ones who have no hope, get up and run, we're going home. I know that He's alive. I'm coming alive. I'm coming alive. I'm coming alive. And we will make it known. Jesus is alive. He's alive. And we will shout it out. Jesus is alive. He's alive. We will make it known. And we will make it known. Jesus is alive. He's alive. And we will shout it out. Jesus is alive. He's alive. Make it loud. The grave is empty now, and make it wild. His love is like no other. Make it loud. The grave is empty now, and make it wild. His love is like no other. Make it loud.
Góða kvöldið. Við ætlum að biðja fyrir bænarefni. Og það er svona eitt sem stenst okkur mest í huga. Það er strákur sem kom hérna, hjón sem kom hérna í brúðkaupsferð. Og 22 ára maður sem datt í skíðasleysi. Og hann situr núna í lungna og hjartavél. Og okkur langar að biðja fyrir þessu strák. Og það gerðist eitthvað kraftaverk í nótt. Það átti bara að slökkva á vélunum á morgun, í morgun, já, og það gerðist bara eitthvað magnað. Klárlega Guð hefur eitthvað komið þar inni. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp, biðja með mér. Við erum öll með okkur bænaefni í huga. Margir kannski að kvíða, ótta, kvíða, reiði, vanmáttarkennd. Ég ætla að biðja ykkur bara að taka allt sem er á hjartanu ykkar og leggja þið í hendur ykkar og bara leggja þið í fætur Jesús. Heilaga Faðir, ég bið bara fyrir sérhverjum manni hérna, Drottinn minn Jesús. Ég bið bara að vernda þig, Drottinn minn, og ég bið bara að taka þetta í burtu, allt þetta sorp í burtu sem á ekki að vera, Drottinn minn, heilaga Faðir. Taktu alla reiði og ótta og kvíða í burtu, Drottinn minn. Taktu þetta í burtu að við séum ekki nóg. Að við erum öll nóg í þínum höndum, Drottinn minn. Í þínu vilja og þinni elsku. Bara þakka þér fyrir kærleikann sem þú ert að fara að leggja yfir sérhverjum manni hérna í kvöld, Drottinn minn. Bara þakka þér fyrir að allir hérna inni sem komnir og við lyftum upp höndum þínum til þín, Drottinn minn. Við biðjum bara fyrir sérhverju lífi hérna í kvöld, Drottinn minn, að það eitthvað magnaðir hlutir eftir að gerast, Drottinn minn. Og ég biðjum bara fyrir þessu strák, Drottinn minn, að þú komir inn í þessar kringumstæður og bara lækna hann í Jesú heilaga nafni. Bara fylltu hann við þínum heilugum anda, Drottinn minn. Jesús, ég bið bara að þessi vanmáttarkennd sem ykkur að díla við henni í kvöld og þessi ótti, það ykkur að díla við ykkur rosalega ótta og kvíða henni í kvöld, bara taka það í burtu í Jesú heilaga nafni. Og alla þessa reiði. Heilaga Faðir, bara bið fyrir sérhverjum manni hérna í kvöld. Bara þakka þér fyrir hann, Drottinn. Bara þakka þér fyrir alla hérna í kvöld. Bara blessa þig í Jesú nafn. Amen. Við ætlum að taka samskot einmitt fyrir þessi strák. Það eru mjög litli peningar hjá honum og það þarf að borga fyrir hótel og það er verið að flytja hann til Bandaríkjanna. Og við ætlum að blessa, United ætlar að blessa þessa dvölina fyrir hann og við ætlum að taka svolítið vel á því og hjálpa til. Og ef ykkur hefur í hjarta sínu að hjálpa til og hjálpa okkur með þetta. Náttúrulega það klassíska fyrstu, ef þið að koma í fyrst skipti þá náttúrulega bara látið körfuna ganga fram hjá okkur. En Guð blessi ykkur.
þyrstir eftir meira þér. Okkur hungrar eftir meira þér. Okkur þyrstir, ó Jesús, okkur þyrstir eftir meira þér. Við viljum meira þér. Við viljum meira þér. Meira þér, Jesús. Við lyftum röndum okkar. Við viljum snerta þig. Við lyftum röddum okkar hærra og hærra til þín. Takk, Jesús. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm og enginn hér. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm og enginn hér. Syngjum saman, þið viljið lofa. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa eilífðin Guð. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa eilífðin Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjóð. Veitir mér styrk þín gegnum lífsins ólgusjó. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa. Þið vil ég lofa eilífðin Guð. Þið vil ég lofa. Þið
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Show Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Show Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine
Peace like a river wash over me. Immerse me in waters deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river wash over me. I worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Come, Holy Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the earth sea. Pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit. Lord, have your way. Worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. I worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours.
Heilagi far, ég þakka þér fyrir að þú ert góður Guð. Mig langar að við rísum öll saman á fætur. Þetta lag heitir Lord Send Revival. Þetta svo magnaður texti ég geta sungið yfir. Drottinn sendur vakningu. Drottinn sendur vakningu yfir í landið okkar, yfir fjölskyldu okkar. En vitið þið hvar vakningin byrjar? Hún byrjar hjá okkur. Hún byrjar með því að við hrópum til hans og segjum, hér er ég, notaðu mig, breyttu mig. Þannig að mig langar að við syngjum saman og við bara biðjum til Guðs og biðjum hann að koma og breyta okkur að innan. Því hann er góður Guð og hann elskar þig. Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Heaven break out. Heaven break out. Heaven break out. Heaven break out. Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Heilagi far, ég þakka fyrir að þú ert góður Guð. Heilagi far, við leggjum landið okkar í þínar hendur. Heilagi far, ég bið Drottinn minn að koma í vakningu fyrir Ísland. Heilagi far, og koma í vakningu inn í myrkri, Drottinn. Heilagi far, ég þakka Drottinn fyrir það að Ísland er kristin þjóð og þú átt þetta land. Og Jesús, ég bið bara Drottinn að heilaga andi megi bara flæða yfir landið okkar og kalla það aftur heim. Að fólki sem er týnt, Drottinn, að þú kallir það aftur heim. Og Jesús, ég bið fyrir fjölskyldumeðlimum okkar sem að þekkja þig ekki eða bara neita að þekkja þig. Heilagi far, viltu bara mæta þeim. Heilagi far, viltu mæta þeim, viltu snerta við þeim. Og heilagi far, ég bið fyrir öllum þeim sem hafa gengið í burtu frá þér,
af því að þau urðu særð innan kirkjunar og settu þau yfir á þig. Jesús, viltu mæta þig? Heilagi Faðir, viltu mæta einum og sérhverjum? Heilagi Faðir, ég bið fyrir þeim sem hér inni sem ákvað, ok, ég skal gefa þessu tækifæri einu sinni enn Drottinn. Heilagi Faðir, viltu mæta þessum einstakling? Heilagi Faðir, ég veit að þér ekkert megn og þú getur mætt inn í myrkrasta myrkri, Drottinn. Þú getur komið inn í ömurlegar aðstæður og gert kraftaverk. Heilagi Faðir, komum fram fyrir þig og segjum, hér erum við. Mætt okkur, Drottinn. Það einhverjum inni sem að koma aftur í kirkju í fyrsta skipti í mörg ár. Af því einhver innan kirkjuna særði þig. En mig langar að segja þér að Jesús elskar þig. Hann elskar þig. Og það hryggir hjarta hans yfir sársaukanum þínum, yfir brotinu sem var á þér. Það hryggir hjarta hans. Og það var aldrei hans meining og hann elskar þig. Þannig að það einhver sem kannast við þessi orð, ekki fara án það að biðja fyrir þér. Því Guð vill mæta þér í kvöld. Hann vill mæta einum og sérhverjum hér í kvöld. Amen. Takk, Drottinn. Gunnar Inga Gunnarsson til þess að koma að tala til okkar. Gefum honum gott klapp. Og hann fílar það mjög mikið þegar kalla Amen í ræðina hans. Er það ekki? Maður heyra Amen. Látið eins og hann hafi sagt eitthvað rosa gott og segið þið Amen. Já, takk fyrir. Verður þér að góð, gangið vel bara. Svona sníkítaki undir alls þar. Vá, hver var að nota alla græna hérna? Já, ok. Snillt, jú, þetta miklu betra. Jæja, hvað segir gott? Ég fíla hvernig Inga var að undirbúa okkur fyrir mjög lélega ræðu. Sagði, bara hægi ykkur eins og hann sagði eitthvað gott og segið Amen. Og bara, já, takk innilega fyrir þetta, Inga. En það er bara gaman að fá að vera með ykkur í dag. Leið mér að setja upp græna mínu hérna. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég er forstöðumaður í kirkju sem heitir Lostafan Baptistakirkja. Við erum búin að við erum komin núna með, þetta er svona 3 samkomur hjá okkur á mismunandi tungumálum, en við erum að reyna að byrja upp íslensku samkomunni hjá okkur á sunnudögum kl. 2, þannig að ef einhverjum er ekki með samfélag á sunnudögum og vil hjálpa okkur að byggja þau upp, ég er svona hika við að bjóða ykkur út af það er engin töff ljós, það er bara svona dagsbirta. Og stundum bara svona skíuð dagsbirta og mjög hrá samkoma eins og en við viljum sem kirkja einfaldlega leitast eftir því að elska Jesú og leitast eftir því að elska eins og Jesú sem við náttúrulega gerum ófullkomlega en við trúum því og treystum að hans orð sé nóg til þess að gera okkur hæf fyrir sérhvert gott verk og við byggjum svona kirkjunar upp á þessu þannig að ef þú vilt bætast í hennar litla hóp þá talaðum við eftir samkomuna. En árum við byrjum í kvöld að þá er að sjárátt á Gunnar Vinge og biðja fyrir honum, hann er með COVID í kvöld og ekkert biðja fyrir honum út af COVID, hann var bara skrítinn fyrir COVID og allt það, þannig að bara biðjum fyrir honum, bara haldið áfram, með þess að eftir hann læknast og allt það. En við ætlum að opna reikningarnar, orð Guðs er kröftugt, er það ekki? Hefur þið fengið að upplifa það? Nema þú sért með á símanum og hann er að vera batterislaus, þá er það bókstaflega ekki kröftugt og er að fara að missa máttinn. En ef þið vilja opna reikningarnar, þá ætlum við að dvelja aðeins á Rómverjabréfinu í 3. kafla. Og ég veit ekki með ykkur, en þegar ég var að pæla í þessum titil, Back to the Basics, að þá var ég að hugsa rosalega mikið það spurningar sem ég hafði sem krakki sem ólst upp í kirkjunni og ég var með ógeðslega mikið af spurningum. Og ég ætla kannski að tjekka hvort þið þorið að viðurkenna þetta. Er einhver sem á einhverjum tímapunkti var með svona að pæla í svona lykilorðum sem eru notuð rosalega oft, ég kalli þetta kristnesku, það sem er svona orð sem heyrist bara í kirkjunni. Ég var að pæla í hérna bara með þess að senasta laginu, orðið vakning. Þú veist, ef þú kemur inn á samkomu og pælir þér bara, já, biðjum fyrir vakningu. Og þú bara svona, já, ég er nú vaknaður, en þú veist, ég skal alveg halda áfram að biðja fyrir því, að fólk vakni og svona, þú veist, vakna fyrir hverju. Ég man að, þú veist, ég pældi oft í þessu varandi náð og fyrirgefningu.
Ég man að ég fór á Passion of the Christ þegar ég var lítill og sá Jesú vera bara lamið hann í 2 klukkutíma og ég hugsaði bara hvað er svona ánægjulegt við þessar fréttir af Jesú að deyja fyrir mig og hvernig hefur hann, einhver maður fyrir 2000 árum áhrif á mig í dag og bara hvað er í gangi með þetta allt saman og vandamálið var, ég ólst upp í kirkjunni og þetta er svona eins og komin í nýtt, hafði ekki flutt inn á nýtt heimili og nýtt hverfi og þau kynnist nágrunum samt gleymir að spyrja hvað þau heita og svo er búið að líða 6 mánuðir og það er svona orðið vandræðilegt að spyrja hvað þau heita og þú ert bara komin í hei, félagi, gaman að sjá þig og það gerir sama fyrir mig að þá eru svona alls konar orð sem við erum að nota eins og náð og fyrirgefning, vakning og allt og ég var alltaf bara að pæli ok, ég veit ekkert af hverju erum að segja þessu orð og ég er eiginlega ofræddur til þess að spyrja okkur núna og það er með leiðir eins og fólk verður bara búist þegar ég ætti að vita hvað þessu orð þýddu þannig að þegar ég hugsaði back to the basics þá fór svona ok, mér langar að skilgreina, ok, hvað meinum við? Hvað erum við alltaf að syngja um? Þú veist, við notum rosalega skrítin orðaforða. Það er eitt lag sem ég ólst upp við að syngja, hvernig var þetta? Þveginn í blóði lambsins, eða ekki? Og ég var alltaf bara að hugsa hvernig virkar það? Þú veist, ég veit ekki með ykkur, en alltaf þegar ég hef lent í einhverju blóði, þá hefði ekki hugsað já, þetta er þrifnaður. Ég er bara, ok, hvað erum við að syngja? Og mér langar að fara í, ok, hvað erum við að syngja? Hverju trúið? Af hverju erum við að tala um fyrirgefningu? Út af því að ég veit ekki með ykkur, en mamma mín var alltaf að segja mér hvað ég var ekki snillingur. Ég var bara gjöf Guðs til Íslands og til fjölskyldunar og allt bara. Ég var bara algjör snillingur. Svo las ég Biblíuna sem sagði mér að ég var syndari. Og ég var alltaf bara, hvað er í gangi? Mamma veit margt. Og það stangast á við það sem mamma segir mér. Og einmitt, Rómarbreið 3 er eitt af þessum versum sem að stangast á við það sem er sagt rosalega oft við okkur svona, peppum okkur áfram, þú ert awesome og já, by the way, vantar ekki frelsara í Jesú? Bara, nei, ég er nokkuð góður sko, þú varst bara að segja mig hvað ég er awesome í 40 mínútur. Þannig að skilgreinum aðeins hvað við meinum með öllum þessum orðum sem við notum og ég er að vona að setja því að það kannski greiði úr einhverjum af þessu rugling sem ég upplifði þegar ég var krakki að vita svona hvað Biblan talar um og af hverju talar um fyrirgefningu. Og ef þið viljið lesa með mér, þá er það Rómarbreið 3, vers 21-28 sem ég vil lesa. Og hér segir, en nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámennirnir vitna segir Gamla testamentið, verið opinberað án lögmáls. Það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Og hér er engin greinamunur, takk eftir þessum. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. En nú aftur, synd er eitthvað orð sem við notum. Hver er tilbúin að viðurkenna að þið veit ekki hvað synd er? Myndi ykkur geta skilgreint á okkur núna? Ok. Synd, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. By the way, þetta er hebreist orð sem er tekið úr bókfimi og þýðir bókstaflega að missa marks. Þannig að næst þegar þið komið eftir 3 vikur eða eitthvað og skoðið hana það sem er pílukast hérna frammi. Ég er myndið að pæla í hvort það sé ekki gifsveggur á baku þetta og þið sjáu alla staðina þar sem fólk misti marks af pílukastinu á veggnum sjálfum og þá getið þetta er það sem syndin er, að missa marks. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umbyrðalindi sínu umborið hina áður drígðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Hvar er þá hrósunin? Hún er útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við álektum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Amen. Og einhvers sem sagði amen á þess að skilja neitt í því sem var sagt. Þetta var bara orðasúpa sem ég skildi ekkert, en já, amen. En og það er einmitt það sem ég vonast eftir að við getum dvalið aðeins á í kvöld og pælt í, hvað er þetta? Hvað er alveg alltaf að tala um réttlæti? Af hverju er alltaf að tala um trú? Og basically titillinn fyrir kvöldi í kvöld er Jesus plus ekkert sama sem allt. Jesus plus ekkert sama sem allt. Ég man, mér finnst það kaltanislegt þetta, ég var alltaf að segja við stærðfræðikennarinn minn í 7. bekk, ég mun aldrei nota stærðfræði. Og núna er hún hlæjandi, því að ég er að nota, nei, tjók. Ég veit ekki á hvað stað þú ert trúarlega séð í dag, en eitt sem er búið að dvelja á mér hjarta fyrir þessa samkomu er að tala um
hversu ótrúlegur Guð og hversu mögnuð ást hans og opinberuð í Jesú. Og by the way, það voru 2 sem reyndu í dag, við vorum búin að tala trúarofbeldi í útastáttunum okkar og sangum hjá okkur og ég ætla að tala það aftur í kvöld og ég eiginlega nota aldrei sömu predikun 2 svar, þannig að ef þú langar að hlusta á það, þá getur þú hlusta á það á Spotify og allt það, þú getur örugglega bara fundið okkur undir trúarofbeldi og ef þú hefur áhuga á því, á þeim umræðuefnum. En ég ólst upp í kirkju og ég heyrði oft hluti eins og fyrirgefningu og náð og Jesú á krossinum og hvernig blóð hans bar í burtu mínar syndir, en í langa tíma þá fannst mér þetta svo ógeðslega skrítin saga út af því að ég skildi ekki af hverju ég þurfti á Jesú að halda. Ég skildi ekki, ég hafði alveg gert eitthvað rangt, ég var alveg að stelast í vasana hjá mömmu og pappa og tjekka hvort það var eitthvað peningur og stela þeim, ég stalst leikjó einu sinni og eitthvað svona, en ég skildi ekkert hvernig það tengdist einhvern veginn Jesú á krossinum fyrir 2000 árum. Og hvað þá að sú synd sem að mér fannst ekki það alveg verðskuldaði einhvern veginn dauða einhvers annars. Og ég hafði heldur engan áhuga á því að líka koma hér í kvöld og predika einhverja predikun sem að gefur okkur eitthvað til að hugsa en umbreytir ekki hjörtum okkar og styrkir ekki hendur okkar og basically förum út og erum nákvæmlega eins og við vorum þegar við löpuðum hér inn. Mín hugmynd er þessi. Þegar ég áttaði mig á hvernig Jesús elskaði okkur og hversu djúpt hann elskaði mig, þá umturnaði það öllu lífi mínu. Og þetta umturnaði af hverju ég elska, af hverju ég fyrirgef. Þetta gaf mér ástæðu til að fyrirgefa jafnvel þeim sem að hata mig. Þetta gefur mér ástæðu til að lifa og gefa frá mér róttæka ást út af því að ég hafði eitthvað betra til að horfa á heldur bara plebban fyrir framan mig. Það var Jesús sem var á baku þetta allt. Og þetta er ótrúlegasta saga. Þetta umturnar öllum öðrum trúarbrögðum sem segja við þig, hér er uppskrift af því sem þú þarft að gera til að nálgast nirvana eða paradís eða hvað sem það er. Og hér kemur Jesús og segir, nei, þú getur ekkert gert til að nálgast mig. En hér er það sem ég er að gera til að nálgast þig. Og enn og aftur, þannig er eini konungurinn í mannkyns sögunni sem segir ekki við venjulega fólki, farið og deyið fyrir mig, heldur að það hann sem deyir fyrir okkur. Þetta er undarleg saga sem við höfum í Jesú. Þetta er ástæðan fyrir við syngjum Jesú en ekki okkur sjálf. Og þegar við brenglum þessari sögu og þegar við missum marks á því sem er miðpunktur trúar okkar, back to the basics, þá missum við marks á öllu öðru. Og þegar ef þú ferð hérna út og segir ég ætla að elska eins og Jesú en ég ætla ekki að elska Jesú, þá ertu aldrei með ástæðu til að elska þegar að hinn einstaklingurinn gerir eitthvað á móti þér. Og þannig, ég skal viðurkenna það hér í kvöld. Ég gekk inn í mitt hjónaband hugsandi, hvað get ég mögulega kreist út úr þessari mannesku til að gefa mér nautn? Ég var mjög sjálfselskur í hjónabandinu mínu. Ég var, hvað getur þessi manneska gert fyrir mig? Og ef þú pælir í því, þá er þetta bara nákvæmlega sama saga, stelpur, og í öllum þessu chick flicks sem við horfum á. Hvað getur þessi maður gert fyrir mig? Hann er með abs, hann vinnur, hann er lögfræðingur og læknir. What? Ertu ekki að grínast? Auðvitað þarf ég að næla mér í þennan kall. Hvað getur þessi gaur gert fyrir mig? And it is sad. Og þú fer inn í hjónaband og svo allt í einu áttar á því að nei, ég actually ber virðingu fyrir þessari mannesku, ég elska þessari mannesku, ég ætla ekki bara að kreista úr henni þá naut sem ég get mögulega fengið og mig langar að elska hana, að þá þarftu ástæðu til að elska meira heldur en bara ég skal klappa þér á baki ef þú klappar mér á baki. Því að þá kemur svo dagur í hjónabandinu þar sem að makiðin klappa þér ekki á bakið. Og þú þarf bara að sitja hana og sleppa því að klappa á bakið. Eða hafa einhverja betri ástæðu til að elska. Eitthvað betra heldur en konuna fyrir framan henni eða kallið fyrir framan henni, þú þarft að horfa á Jesú. Og ef við erum með Jesú fyrir framan okkur sem bað fyrir gaurunum sem voru að negla hann á krossin, þá áttur á því maður, þú hefur alltaf ástæðu til að elska. Geturðu elskað þessa mannesku eftir Facebook skilaboð þar sem var ekkert emojis og hún var örugglega ótrúlega leiðileg? Ég held það. Hugsaði bara Jesú hangandi á krossinum og hugsaði, er þetta sambærilegt? Nei, ég held ég geti elskað þessa mannesku. Ég ætla bara að búast til því besta. Ég ætla að þjást fyrir Jesú okkur núna og ég ætla bara að blessa þessa mannesku. Þú veist, pælið ekki hvað við gerum astanlega hluti. Því við höfum ekkert meira til að horfa á heldur en bara fólkið fyrir framan okkur. Og þegar við tökum augu okkar af Jesú, og þegar við missum marks að því að skilja af hverju það er svo ótrúlegt að hann elska okkur, þá missum við allt. Þetta hefur áhrif á allt okkar líf. Þannig að mér langar ekki bara að við fræðumst hugmyndafræðilega séð í haustum okkar og löpum svo út með svona bara feita hausa og gerum ekki neitt. Heldur að flæðin í hjörtu okkar sem umturnist, sem breytist í gjörðir
sem að þýðir breytt líf. Þannig að ég hef engan áhuga á því að predika bara einhverja upplýsingar. En sannleikurinn er sá, þetta hefur áhrif á allt lífið. Þetta hefur áhrif á hvernig þú bregst við særundum annarra, hvernig þú fyrirgefur, hvernig þú elskar. Ef þú vilt raunverulega elska á róttækan hátt, þá þarftu róttæka fyrirmynd. Þú veist, hvernig ætlar að elska káringa til dæmis? Þú veist, nei, ég er ekki. Þú þarft að hafa róttæka fyrirmynd. Og til þess að skilja til fulls hversu mikið Jesús elskar þig, þá kom sér þessari niðurstöðu að ég þurfti fyrst að horfast í augu við það að ég er ekki eins glæsilegur og mamma sagði mér að ég væri. Þú veist. Og mögulega er þetta aldrei vandamál fyrir þig út af mamma en bara, nei, ég ætla ekki eins og að reyna að ljúga honum, hann bara veit upp á sökina og hann, þú veist, nei, þú veist, en, þú veist, Palli, bara þetta, ég þarf að horfast í augu við að ég sé ekki eins frábær og ég tel mig vera. Og þá, þegar við sjáum hvernig Jesús elskar mig, þrátt fyrir mistök mín, þrátt fyrir spurningar mínar, þrátt fyrir fortíð mína, þrátt fyrir allt sem ég hef gert, allt sem ég hef sagt. Ég hef bókstaflega, þú veist, það er svo skrítið að ég sé alltaf að tala Jesú núna, því ég hef bókstaflega með lífi mínu og orði mínum bölvað honum. Bölvað Guði. Og ég var reiður út í Guði sem ég var ekki alveg viss hvort það væri til. Þetta var mjög skrítið tímabil í lífinu mínu. Ég var brjálaður út í Guði sem ég var ekki alveg viss hvort það væri til. Við gerum ekki mikið úr elsku Guðs með því að reyna að gera lítið úr hversu slæm okkar fortíð er, hversu slæm okkar synd er. Heldur þegar ég horfist á augu við hversu syndur ég er, og enn og aftur, ef við skilgreinum hvað orðið synd er, þá er það að missa marks af því sem Guð skapaði þig fyrir. Ef ég horfist í augu við það, öll þau skipti sem ég missi marks af því sem Guð skapaði mig fyrir og sé samt að hann elskar mig, þá gerir ég mikið úr náð Guðs. Ef ég tala bara náðina og horfi aldrei í augun á sjálfum mér og horfi aldrei á sjálfum mig í speglum og séð hversu mikið hann elskaði mig þrátt fyrir, þá gerir ég lítið úr því. Og þegar Biblan talar synd, þá er verið að tala um þetta við missum mark. Svo áður en við förum í góðu fréttinar, þá langar mig bara svolítið að bara sitja í þessu. Bara sitjum aðeins í þessu, hversu ömurleg við erum. Velkomin í United og ég vona sér bara blessuð eftir kvöldi í kvöld og blessa þér. Og labbir hérna út bara með betri þekkingu á hversu slæm manneskja þú ert. Þegar ég er ekki að djóka. Ef þú situr aðeins í þessu og þú horfir í augu við bara, hvað ég er búin að, veist, þá er alveg svona fínar hugmyndir annað slagið hjá mér. En serían af mistökunum og klúðrunum í mínu lífi. Veist, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýr. Sem er svona eitthvað, ef þú skoða grunntextan, þá þýðir allir, sem sagt bara allir. Þess að allir inni. Öll. Setjum aðeins, ekki þú. Nei, hann er fullkominn og dílar ekkert við stolt, þannig að hann er bara fullkominn. Misti ekkert makstan á neinu. Nei, enn og aftur, fyrir sum okkar þá er þetta mjög augljóst. Bara auðvitað Jón er langt frá því að vera fullkominn. Reyndar að hugsa Jón Jónsson lifir svona mest pirrandi lífi á Instagram sem ég sé. Alltaf bara með Colgate brosið, bara svo lífið hans er fullkomið. Ég bíð eftir bara að heyra einhverja fréttir. Bara Jón Jónsson sagði slæman hlut einn daginn, bara eitthvað. En sumir eru bara þannig, þú bara horfir á líf þeirra, bara svona, klúðraðu eitthvað tíman? Já, alveg örugglega. Það var örugglega eitthvað miðvikudagur, þess að við vöknuðu og það var ekki allt eins og með feldu og annað eins. Aðrir eru bara svona, ég er bara búin að lifa í opinni uppreisn gagnvart Guði og það er bara mjög augljóst að ég er búin að syndga og ég er hluti af þessum öllum sem skortir Guðs dýrð. Og einu sinni þá horfði ég á þetta vers og heyrði þetta vers, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og ég hugsaði með mér, og hvað með það? Hvað með það? Út af því að ég var aldrei að reyna að vera eins stíllegur og Guð er, hvort sem er. Mér langaði bara að vera svona meðal Íslendingur, að komast upp með eins mikið og ég gat á þess að vera slæmur. Og ég horfði svo á að Guð myndi einn daginn þá, og enn og aftur, ég er svo skrítinn maður að ég er alltaf búin að pæla í að ég sé að fara að deyja, ég er alltaf bara að bíða eftir að ég dey. Ég er bara, það er að fara að koma, ég var alveg handviss sem ég myndi deyja fyrir 30. Ég var bókstaflega bara 2 dögum fyrir, bara ok, hvernig kemur þetta? Og ég er alltaf með þess að sýn í haustum á mér að ég myndi deyja með því að vera að stara upp á þessu pirrandi fluorescent perur í loftinu á Landspítalanum og ég er að draga andardráttinn minn og ég bara, er þetta seinasti andardrátturinn? Svo er ég bara að fara að hitta Jesú maður,
Á þessum tíma bara, hvað það sem raunverulega skiptir máli? Og hugmyndin mín var alltaf að ég myndi deyja. Svo myndi ég standa fyrir framan Guð og hliðin á mér einhver hræðilegur einstaklingur. Hitler eða Stalin eða Pol Pot og Guð svona, hann Gunni syndgaði alveg og klúðraði nokkuð mikið sko. En sjáðu Hitler, Gunni alveg nokkuð góður fyrir þetta. Komdu bara inn í himnaríki, góði. Þú hjálpaðir þessari konu með bónuspókan yfir göttuna, það bara flott hjá þér. Komdu hér inn. Þannig horfði ég á þetta. Einn daginn þá myndi ég standa fyrir framan Guð og hann myndi sjá hversu awesome ég væri út af ég Hitler stóð við hliðina á mér. En kristin guðfræði og kristin sannleikur þessi. Biblían segir okkur að þegar við drögum okkar seinasta andardrátt, þá munum við standa fyrir framan Guð og staðallinn sem hann mun nota til þess að dæma okkur öll ekki Hitler, ekki meðal Íslendingurinn. Staðallinn sem hann notar staðallinn sem hann hefur alltaf notað. Takk eftir, í boðurum 10 byrja á 2 boðurum sem snúast fyrst og fremst hver Guð Og út frá því kemur allt annað. Ekki lofa aðra Guð en mig og ekki myrða. Út af því að hann skilgreiningin á hvað gott. Og þegar við stöndum fyrir framan Guð í daginn, að þá eru slæmufréttirnar. Hann staðallinn og hann fullkominn. Og ég veit ekki hvernig þér gengur, hvort að þú trúið í enda og þú sér fullkominn, en ég veit að ég það ekki. Ég langt frá því að vera fullkominn. Og þetta eru slæmufréttirnar sem við þurfum að heyra áður en við förum okkur yfir í góðu fréttirnar. Út af því að mér líður eins og við kirkjan erum eins og skurðlæknir hlaupandi með hníf að bjóða að skera fólk. Bara komdu, ég að hjálpa þér, ég að hjálpa þér, komdu, leið mér að skera þig opinn. Og fólk náttúrulega bara, nei, nei takk. Og það við glemdum alltaf að segja af hverju. Af hverju, ef þú útskýrir fyrst, hei, þú með banvænan sjúkdóm sem hægt að laga, þú með æxli sem hægt að taka, sem að fara að drepa þig, og svo býður þeim að skera þig upp til að taka æxlið í burtu, þá make it a sense. En við sem kristin kirkja höfum gert mikið í því að hlaupa bara með hnífa að bjóða að skera í fólk. Bara, þú ert yndisleg manneskja og vantaði ekki líka frelsara í Jesú. Nei, ég var ekki að segja ég var yndisleg manneskja. En Biblían byrjar á að segja, nei, þetta eru slæmufréttirnar. Að sagan okkar þessi, allir hafa syndgað. Okkur skortur öllum Guðstýrð. Það skiptir ekki máli eða þú ert í lofgjörðarhljómsveitinni, hversu mikið þú þjónar, eða þú ert með míkrafón að predika á, allir hafa syndgað og skorti Guðstýrð. Og ef við sitjum ekki í því í smá stund, þá sjáum við ekki fegurina sem handað við hornið. Út af því að við þurfum að sjá þetta, við þurfum að horfast í augu við fortíð okkar. Og alvarleiki syndanir að sagan gæti hafa endað bara þarna. Það líka þetta að vera awesome saga, þetta svona bara íslensk kvikmynd eða eitthvað. Íslenska kvikmyndir enda alltaf bara hræðilega. Það er bara allir dauðir og the end. Ég var í íslenska kvikmyndaskólanum, ég þurfti að horfa á svona 15 svona hverri viku, bara allt bara hræðilegt. Allir dauðir og allt var ömurlegt og þetta var bara svona mjög íslenskt. Þetta hefði getað endað eins og íslensk kvikmynd. Það sem við varum bara ógeðslega syndug, ömurleg, í þörf, vonandi eftir frelsara, og svo endaði senan bara við sátum í ykkur dökku herbyggi í sófa, svo kom bara the end og ekkert gerist. En sagan heldur áfram. Við erum búin að komast að því, við erum öll búin að falla á þessum prófi og Guð hefði algjörlega getið komið hann inn og sagt, ég ætla bara að leyfa ykkur að fá það sem þið vildu vera aðskilin mér og ég ætla að leyfa ykkur að hafa það. Það það sem Biblían talar sem helvíti. Það það sem hræði mig mest. Á endanum gefur Guð mér það sem ég bað Þetta hristu upp í mér þegar ég hugsaði til ég bölvaði honum með orðum mínum. Bara, ef hann hefði gefið mér á þeim tíma það sem ég vildi, þá væri bara hér eilíð án mín. Og bara þá hefði ég áttað mig á því allt sem ég elskaði við lífi, kærleikurinn, eymdið, var farið. Og eftir var eymdin og hatrið. Og Guð, hann dregur frá sér allt sem hann frá kærleikann og gleðin, friðin og skilur okkur eftir með það sem við vildum. Þetta svo scary hugsun. Og þetta uppfylling á því sem Biblían talar í Rómarbrefi 6:23, laun syndarinnar dauði.
á endanum, ef við förum bara með syndinni, ef við missum alltaf marks og við reynum að missa marks og við viljum ekkert ná í mark, við viljum ekkert með Guð hafa, þá leyfir hann okkur að ganga þá leið og syndin mun alltaf leiða til dauða og ég held að sé frekar augljóst. Sem maður horfir í kringu sig og maður sé bara að það er fullt að í heiminum. Ég er með fólk sem er mætt á samkomur hjá okkur sem er í Úkraínu okkur núna að vakna klukkan 3 á nóttinni við sprengingar og þau fatt ekki af hverju. Og við sjáum hversu brotin þessi heimur er og einhvern veginn þá er það samt að það er eitthvað í okkur, við viljum eitthvað betra, eitthvað meira. En það er einhvern veginn alltaf jafn surprising að þegar við fjarlægjumst ljósið þá tekur myrkrið við. Og þegar við fjarlægjumst hitann þá tekur kuldinn við, en af hverju höldum við að þegar við fjarlægjumst höfund lífsins að ekkert gerist? Auðvitað tekur dauði og eyðilegging við. Og það er sem við sjáum og upplifum, þegar við upplifum réttlæta reiði gagnvart einhverju sem er að gerast í kringum okkur, þá er þetta eitthvað innra með okkur sem veit, þetta á ekki að vera svona. Það er eitthvað innra með þér sem veit að þú vilt eitthvað betra, eitthvað meira. Og ég elska hvað C.S. Lewis sagði þetta. Hann sagði, ef það er einhver tilfinning sem þú ert með sem ekkert og enginn í þessum heimi getur uppfyllt, þá bendir það þér á að þú ert skapaður og sköpuð fyrir annan og betri heim. Og það er það sem við erum að upplifa. Þegar við sjáum það sem er að gerast í kringum okkur og við vitum, þetta á ekki að vera svona. Þetta á ekki að vera svona. Og svo spyrjum við samt, Guð, af hverju ertu ekki að stoppa þetta? Ég spurt mér svo ofta þessu, bara þegar sonur minn greinist með krabbamein, þegar annar sonur minn fæddist fjölfatlaður og allt það, bara Guð, af hverju stoppar ekki þetta allt saman? Af hverju leifirðu gaurum eins og Putin að gera það sem hann er að gera okkur núna og maður bara heyra frá vinum sínum í voice messages og Instagram og segja bara, já, ég er ekkert búin að sofa í nótt, þetta er sprengingar í þessu stað. Af hverju stoppar ekki illsku? Og þessi tilfinning er svo mikil í okkur að við viljum sjá eitthvað betra, eitthvað meira. En eitt af því sem ég áttaði mig á er þegar ég var, 18 ára og ég byrjaði að pæla í trúnni meira og ég byrjaði að horfast í augu við hver ég er og þá byrjaði ég að átta mig á því að það er ekki bara ég sem er vitni að illsku í kringum mig, það er ég sem tek þátt í henni. Það er ég sem hef tekið þátt í henni með því að leyfa reiðin að taka við og beiskju að taka við og hatrið að taka við og stundum þá bara elur syndin af sér bara bókstaflega morð sem ég fengi að upplifa í kringum mig og annar vinur minn var að upplifa í kringum sig bara fyrir 2-3 mánuðum og við sjáum hversu heimurinn er brotinn, við sjáum alvarleika syndinar og það sem syndin er ekki bara að við missum marks óvart, heldur þetta er uppreist. Eitt af því sem ég áttaði mig á var þetta að ég er að gera nákvæmlega sama á Adam og Eva gerðu í garðinum. Þegar þau segja, ég veit ekki alveg, það lítur út eins og þetta sé mjög gott epli eða banani eða hvað sem þessu águstu var. Og ég held að ég viti aðeins betur en Guð hvar hamingjan er. Og sagði, syndin er alltaf tælandi. Syndin lítur alltaf vel út, annars myndi enginn fara niður þessa leið. Hversu marga þekkjum við sem byrjuðu á bara, mér langar bara að hafa gaman. Svo endaði það bara nokkrum árum seinna með overdose og svona. Hversu hræðilega, syndin lofar alltaf ógeðslega miklu og gefur þér aldrei neitt tilbaka. Og hversu oft höfum við trúað þessari lygi, hversu oft höfum við séð hversu syndin er tælandi og hvað er þetta? Á endanum, ef ég horfist í augu við hvað ég er að hugsa á þessu augnabliki, þá er ég að hugsa Guð, ég veit þú ert alvitur, en ég held samt að ég viti hvar gleðin er að finna okkur núna. Ég held að Gunni sé með þetta núna. Þetta skipti. Takk fyrir ábendinguna Guð, en no need here. Við erum að segja í grunninn, við treystum ekki Guði. Þetta er ekki bara að við missum óvart marks, þetta er uppreist. Við viljum ekki vera sköpuð í ímynd Guðs, við viljum vera Guð. Ég vil ekki að hann sitja í hásætinu, mig langar að sitja í hásætinu. Ég segi hvað er rétt, hvað er rangt. Og það breytist með hvernig mér líður. Og þetta er ekki bara að við missum marks, þetta er að við erum í uppreist, þetta er ekki mistök, þetta er uppreist. Við viljum okkar rass á hásætinu. Og enn og aftur, þá sjáum við alvarleika syndirnar, jafnvel í smáum syndum eins og bara stela steikju úr lífið. Það er meira á bakvið þá þörf, heldur bara sykurþörfin. Og þetta er það sem við þurfum að horfast í augu við áður en við förum að gera mikið úr náðinni og fyrirgefningu.
ef við skiljum ekki af hverju náð og fyrirgefning Guðs svo ótrúlega mikil og merkileg, að þá getum við aldrei elskað á róttækan hátt. Og pældi í því, eins og ég segi, ef við erum bara að hlaupa sem skurðlæknar með hnífa að reyna að skera í fólk í staðinn fyrir að segja bara, hei, þetta vandamálið okkar fyrst. Áður við förum að bjóða ykkur lausnina, áður við förum að benda á Jesú, hér ástæðan fyrir þú þarft á Jesú að halda. Og það allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og syndin krabbameinið sem að drepa okkur öll, sem Biblan talar okkur að hata, hata syndina, ok, ekki hata syndarana, en og eftir allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, það myndi skilja eftir bara engan á jarðakringlunni sem maður ætti að elska. En þetta syndin sem kemur inn á með dauða, og því miður þá eigum við að ég hef verið á þessu stað sem ég daðra við syndina sem búin að eyðileggja allt í kringum mig. Ég daðra við syndina sem sendi Jesú til að deyja fyrir mig á krossinum. Og af hverju? Og þegar ég trúi alltaf þessari lygi, að það sé ykkur meiri gleði ef ég fer bara fram hjá Guði. Ef ég tek fyrir hendunar hans og ég ekki lengur skapari í ímynd hans, ég Guð og hann skapaði þig. Og ég elska það sem að Ágústínus frá Hippo skrifaði fyrir 1700 árum í Norður Afríku. Hann sagði, þú hefur skapað okkur fyrir sjálfa þig og Guð og hjart okkar finnur ekki frið fyrir að finna frið sinn í þér. Við erum sköpuð fyrir þetta samband við lifandi Guð og það ekkert í þessum heimi, sama hversu mikið það lofar, sama hversu tælandi það lítur út fyrir að vera, sem getur uppfyllt það sem Guð einn getur gert í þínu lífi. En það svo ótrúlega oft það sem við dettum í þessa sömu gryfju að daðra við syndina sem neldi Jesú drottinn okkar á krossin. Og þetta eru góðu fréttirnar. Að sagan endar ekki eins og í típisk íslensk bíómynd. Sagan endar eins og þessu cheesy Hollywood myndir, þar sem að kemur ykkur inn í endan og bara allt endar æðislega. Það endar ekki bara allt í þunglindi, það endar með frelsara. Ef við viljum himnaríki, enn og aftur, þessi þrá innra með okkur, sem þráir heim, sem ekki brotin, sem þráir heim, það sem óréttlæti fær ekki að ríkja. Hvað erum við að biðja um? Við erum að biðja um fullkominn heim. Og ef heimurinn brotin okkur núna, út af syndum okkar allara, út af því í synd okkar þá erum við að forðast skapara lífsins og við tekur dauði og skemmd og þá erum við að biðja um heim sem syndlaus. Og þá kemur spurningin, ok, Biblan búin að segja okkur, við erum öll pleppar, við erum öll syndarar, við skortum öllu Guðs dýrð og hvernig endar þetta dæmi? Þú getur ekkert gert. En nú aftur, ef að staðallinn að þú átt að vera fullkominn, ok, byrjaðu hérna í frá, vertu fullkominn restina af lífinu, gangiði vel, þú þarf að reka því í vegginn hérna á leiðinu út og brjálast. Nei, þú getur þetta ekki í 10 mínútur. Og jafnvel að þú gæti það hérna í frá, þá ertu ekki fullkominn út af því þú ert búin að glúðra löngu áður. Þannig að hvað kemur inn í þessa vonlausu kvikmynd til þess að snúa við blaðinu? Ef við viljum fullkominn heim, þá erum við að biðja um syndlausan heim, en Guð, hann horfir ekki bara fram hjá synd okkar, við höfum öll syndgað og hvað nú? Og inn í myndina kemur Jesú. Og hann eini konungurinn sem kallar ekki peðinn til þess að deyja fyrir sig, hann kemur og deyr fyrir okkur, hann kemur og deyr í okkar stað. Það einhver sem dó fyrir syndina. Það rétt sem Biblan segir, laun syndarnar dauði. Eina spurningin sem ég sit eftir með er það Jesús sem dó fyrir mína synd? Er það ég sem mun halda áfram að deyja fyrir mína synd? Og endanum mun Guð gefa mér það sem ég vil? Hvor er það? Þetta eru leiðina sem við fáum að velja úr. Hann tekur á sig okkar skömm, hann tekur á sig okkar fortíð, hann tekur á sig okkar hatur, hann tekur á sig okkar dauða. Og við sitjum eftir og spyrjum, hvað ger ég með Jesú? Og það sem reikningin segir okkur það Jesús plus ekkert sem gefur þér allt. Og enn og eftir ef við lesum versin í Rómarbrefi 3:23, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlátast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Náð eitthvað sem þú átt ekki skilið. Náð að taka við gjöf sem þú getur aldrei greitt tilbaka. Hversu ótrúlegt það að við reynum svo ótrúlega oft að koma til Jesú og greiða honum tilbaka fyrir náðina sem gjöf.
Pældi ef þú myndir mæti í ammæli og þú myndir gefa einhverjum gjöf og þeir myndir reyna að borga þig fyrir gjöfina. Þú veist, það mjög heimskulegt þá, út af því þú myndir segja, þetta gjöf og ef þú borgar fyrir hana, þá þetta ekki gjöf lengur, ekki satt. Og þegar við erum að gera, spóla okkur áfram og áfram og áfram í sektarkennd okkar að reyna að borga Guði tilbaka, ef þú notar allan þinn andardrátt til þess að syngja lofgjörðarlög, þá það samt andardráttur sem hann búinn að gefa þér, þú verður alltaf í skuld. Og það nákvæmlega, þegar við syngjum náðina, þá erum við að syngjum þessa óverðskulduðu gjöf sem við getum aldrei greitt tilbaka. Og hann veit það. Og hann elskar þig samt. Þú þarft ekki að gera lítið úr því sem þú hefur lent í, þú þarft ekki að gera lítið úr öllum klúðrunum þínum, þú þarft ekki að gera lítið úr öllum spurningunum þínum, þú þarft ekki að þykjast vera eitthvað sem þú ert ekki. Og ég skil ekki hvernig við sem kirkja hefur komist á þann stað að einhvern veginn er það kirkjan sem fólk þykist hafa fullkomin líf. Við erum öll að syngja Jesú, eða ekki? Við erum öll að syngja það að við erum ekki fullkomin, hann er fullkomin. Hann dó fyrir okkar syndir, hann dó fyrir okkar skömm. Það ótrúlegt frelsi að þurfa ekki að þykjast lengur. Það er enginn að fara að plata Guð. Hann veit betur en þú sjálfur og sjálf hversu skemmtur þú ert, hversu skemmtur ég er og það ótrúlega er, hann elskar þig samt. Hann elskar mig samt. Það er ótrúleg ást. Og enn og aftur, hann segir þannig að það eina sem þú getur gert er að taka við þessari gjöf. Hann dó fyrir þig, svo þú getur lifað fyrir hann. Og ef við skiljum ekki alvarlegar syndarinnar, þá skiljum við ekki dýpt og fegur náðarinnar. Og ef við skiljum ekki fegur náðarinnar, þá viljum við ekkert fara út að segja þeim frá. Af hverju? Ef þetta er bara önnur svona ágæt saga. En ef við skiljum hversu mikið, hversu djúpt hann hefur elskað okkur, þá höfum við alltaf ástæðu til þess að elska aðra. Og höfum ástæðu til þess að segja öllum frá. Einhver deyr fyrir okkar syndir. Annarkvort er það ég, eða ég tek á móti því að Jesús hefur nú þegar dáið fyrir mig á krossinum. Og af hverju er svo ótrúlega oft erfitt að fara réttu leiðina út af því að við lifum í heimi sem ýtir á okkur aftur og aftur. Farðu bara þína eigin leið, lifðu fyrir þitt eigin nafn, byggðu upp þitt ríki og annað eins. Þar er gleðin, þar er hamingjan, farðu breiða veginn. Að meðan Jesús segir, nei. Afneitaðu sjálfur, taktu upp þinn kross og fylgdu mér. Ég er höfundur lífsins, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Allt með greinum. Ekki vegur, ég er einn vegur og einn sannleikur og eitt líf, það er eitthvað laus. Nei, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, fylgdu mér og treystu að hér er hamingjan. Og eitt af þessu vessum sem er búið að dvelja bara hjá mér ótrúlega mikið undanfarið er í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla 11. vers segir, þetta hef ég talað til ykkar, þetta er Jesús sem er að segja þetta, að fögnuður minn sé ykkur og fögnuður ykkar sé fullkomin. Og ég veit ekki með ykkur, ég ólst upp í kirkjunni og mér fannst Guð alltaf frekar leiðilegu gæi. Veist, ég held bara, af hverju ert að segja gyðingum fyrir 3000 árum að borða ekki bacon? Veist, af hverju? Ertu bara hann upp á heimnum, hvaða heimskulegu reglu getur sett á þetta fólk núna til þess að sýna þeim bara, I'm the boss. Veist, ég hugsaði bara þannig Guð heil lengi. Og svo síðan að ég tók þetta trúaskref, þetta skrýtna skref, að afneita sjálfum sér, taka upp þinn kross og fylgja Jesú, þá þau fengið að upplifa fögnuð og gleði sem er varanleg. Sem er ekki bara tímabundin naukt, heldur bara varir í gennum dali lífsins og fjallstinda lífsins. Ég fengi að upplifa þetta vess. Það sem Jesús segir, nei, ég er ekkert komin hér bara til þess að gefa ykkur reglur, til þess að vera bara leiðilegu gæi. Ég vil að fögnuður minn sé ykkur og ykkar fögnuður sé fullkomin. Ég vil að þið lifið því lífi sem ég hef kallað ykkur til þess að lifa og það sem hamingjan liggur. Og ég tók eftir því, ég horfði rosalega mikið á grindverkið í kringum mig sem svona fangelsisgrindverk, hannað til þess að halda mér úti, halda mér inni frá því að njóta lífsins. Ég horfði þannig á lögmál Guðs ótrúlega langa tíma. Af hverju þetta setja fullt af reglum? Af hverju á ég að elska óvinni mína? Come on! Hefur þið séð hvað fólk er skemmt á Facebook? Það þarf ykkur að leiðrétta þetta lið. Af hverju? Það er ekki út að hann vil bara óhamingju fyrir þig. Þegar við eltum höfund lífsins, surprise, surprise, þá er lífið gott. Það er ótrúlegt. Og ef þú ert hér inni og þú er ekki tekið þetta skref, þú er bara sagt, ok, ég ætla að trúa eða treysta að ég er syndur
og Jesús sé nóg. Ég ætla að hætta að haga mér og hugsa og lifa eins og þetta sé alltaf mér komið þegar ég stend fyrir framan Guð að segja, vá hvað ég er búin að gera mikið fyrir þig, Guð. Og ég ætla raunverulega að trúa því og treysta það sem Jesús gerði á krossinum er nóg. Og svo ætla ég að fara út í lífið og ég ætla að játa hann sem drottinn sem þýðir að hann hefur stjórnina núna. Ég ætla að fara morgun og ég ætla að vakna og ég ætla að vita það ég þarf ekki að gera neitt. En ég ætla að spyrja Guð, hvað vilt þú að ég geri? Þetta umturnar öllu lífinu. Og þetta er svo skrítið að hamingjan felst í því að afneita sjálfu þér. Að taka upp krossinn og fylgja höfundi lífsins sem Jesú. Og ef þú ert hér í dag og þú ert ekki búin að taka þetta skref, þá verður ég ógeðslega til í að biðja með þér. Ok, þetta er kannski svona basic predikun, kannski tala ég aðeins svo mikið syndina og hversu ömurlegir þið eru. Og ég er ekki, veist hvað, þú bendir einum putta fram og það eru 4 að benda þig eða eitthvað leys. Ég er með í þessum hóp. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. En Guð sé lof, við erum með frelsara. Við erum með magnaðan frelsara. Þú ert í verra ástandi en þú vissir, en þú ert elskuð og elskaður meira en þú nokkuð tíma getur ímyndað þér. Og ef þú hefur ekki tekið þetta skref og vilt taka þetta nú í kvöld, þá endilega, ég væri ógeðslega til í að biðja með þér. Og þannig að leið mér að biðja og svo bara getum við látið smá tónlist í gang og fólki sem er með í að biðja getur komið hérna. Er ekki þannig? Já, að við getum verið hérna fremst og ef þú vilt láta biðja með þér yfir einhverju eða taka þetta skref í kvöld, þá verður ógeðslega gaman að biðja saman. Drottinn, ég þakka þér svo innilega fyrir náðina og miskunn og trúfesti gagnvart okkur. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þrátt fyrir öll mín klúður og þrátt fyrir allt sem ég hef gert og sagt, þrátt fyrir allt sem ég átti skilið, að þá hefur þú komið og gefið mér það sem ég á ekki skilið, sem er kærleika þinn, fyrirgefningu þína, náð þína. Og Drottinn, ég bið að þú hjálpir okkur. Hjálpaðu okkur að reyna að setja þig ekki í einhvern kassa og einhverjar hefðir. Hjálpaðu okkur að átta okkur á því að þessi kærleikur á ekki bara heima á mánudagskvöldum eða sunnudögum þegar við komum í kirkjuna, heldur á þetta umturna öll okkar lífi, að lofgjörð okkar er ekki bara komin að enda núna þegar samkoman er að enda, heldur er allt okkar líf lofgjörð. Og ekki út af við þurfum, út af við fáum. Út af hverju ættum við ekki að lifa fyrir þig eftir að þú hefur dáið fyrir okkur? Af hverju ættum við ekki að gefa þér allt sem þú hefur gefið, Drottinn? Ég bið vakningu og enn og aftur að við vöknum upp fyrir þessum raunveruleika að við erum syndug en við eigum ótrúlegan frelsara. Og Drottinn, ég bið að fólk fái að upplifa þessa von, þessa gleði sem er aðeins að finna í Jesú, því að þú einn ert skapari lífsins og í þér er líf í fullri gnægð. Og ég bið, Drottinn, að þú hjálpir okkur sem kristin kirkja, sem þjóð, að sætta okkur ekki bara við velgengni í hlutum sem skipta engu máli. Heldur að við hlaupum til þín og upplifum eilífa velgengni í þér, því að við höfum eilíft líf í þér. Og hversu ótrúlega forréttindi það eru. Þetta líf getur verið ótrúlega erfitt, Drottinn, en þetta er eina tækifærið í allri eilíðinni sem við höfum til að lofa þig þegar lífið er erfitt. Þetta er eina tækifærið í allri eilíðinni þar sem við höfum tækifærið til að lofa þig í dalnum. Og ég bið, Drottinn, að við megum ekki gera lítið úr fortíð okkar, en sömuleiðis megum ekki skilgreina okkur eftir mistökum okkar. Megum ekki finna einkenni okkar í fortíð okkar. Megum ekki leyfa fortíð okkar að ráða hver framtíð okkar verður. Megum ekki leyfa fortíð okkar að skilgreina okkur sem persónu, hjálpaðu okkur, Drottinn, að hlaupa til þín. Því í þér er náð. Í þér er gjöf sem við getum aldrei greitt tilbaka því að þú hefur dáið í okkar stað. Þú hefur tekið skuldabréfi sem þjaka okkur með ákvæðum sínum og þú hefur neglt það á krossin. Og ég bið, Drottinn, að við megum gera mikið úr þér. Í Jesú nafni. Amen. Ef þú vilt biðja þá endilega komdu hérna fram. Erum við ekki með einhverja tónlist á meðan?